Mér langar að, ég verði eiginlega að fá að svara sem 110% leiðina. Sko, 110% leiðin sem ef hún væri notuð í Bandaríkjunum, en ekki, þá myndi hún kannski virka vegna þess að hún yrði síðan 109, 108, 107, hún myndi sem sagt lánin myndi lækka. 110% leiðin á Íslandi, nákvæmlega eins og ég varaði við í mínu séráliti úr starfshópnum um húsnæðismálin í haust, hún virkar ekki vegna þess að við erum með verðbólgu. Og þannig að það eru dæmi það að fólk sé búið að fara tvisvar í gegnum 110% leiðina vegna þess að 110% var allt í 120 og 30. Og vegna þess að verðbólgan hún alltaf að hækka lánin. Já. Þessi 110% leið bara fyrirgefðu, hún einhver svona heimskulegasta leið sem ég nokkuð tíma séð vegna þess að hún gerir ráð fyrir því að í fyrsta lagi að hækkun lána hjá þeim sem voru með ráðdeild, voru með lága skuldsetningu en lánin hækkuðu samt 50% úr 40% skuldsetningu upp í þessum 100% úr 40 upp í 80%, að þetta fólk á að bera þennan kostnað algjörlega sjálft á meðan þeir sem tóku 100% lán og lánin fóru upp í 200%, þeir fá færslu niður í 110%. Og jafnvel þessi 110% eru lægri heldur en þessi 100% sem tóku upphafi. Þannig að það engin sanngirni, fyrst að það engin sanngirni í þessari leið. Í öðru lagi þá gríðarlega eignaupptaka í þessari leið vegna þess að við megum ekki gleyma því og það stendur í nýju bindum rannsóknarskýrslu Alþingis að hér voru framin lögbrot af fjármálafyrirtækjum í aðdraganda hrunsins. Þau beittu blekkingum, þau beittu svikum, þau beittu prettum, þau beittu hentu út reyksprengjum hagnað sinn. Þau bjuggu til hagnað þannig að verð hlutabréfa fór upp. Það kemur í ljós í dag að gríðarlegur hluti af öllum verðhækkunum sem var í þjóðfélaginu voru byggðar á einhverju svona blöffi. Varstu búin að heyra það að þú var að tala um að Alþingidaginn að það ekki orðið neitt hrun? Jú, einmitt og síðan kemur það að menn skuli halda virkilega að gullfiska minni okkar sé þannig. Það sem bara mikilvægt að hafa þessu sambandi að það sem Marinó að koma hér inn á náttúrulega þessi innan megin, og við erum alveg saman það hvað illa verðtryggingin leikur okkur. Í öðru lagi það, við erum alltaf römmuð inn að þessum eignarétti eins og ég var að reyna að skýra hér út áðan. Við getum aldrei tekið fjármuni af þeim sem hefur lánað ef hann telur að það sé hægt að standa í skilum við hann. Stenst ekki stjórnarskrá. Hér líka stór mál. Það ekki séns að eignaréttur að menn sem hafi fengið eignir vegna þess að það var virkilega brotist inn til fólks nema það var gert rafrænt. Það var ekki brotin rúða, heldur það var gert rafrænt í gegnum einhver viðskiptakerfi. En það búið að láta það reyna fyrir dómstólum þú veist það og við komumst ekki lengra með þetta mál. En Magnús, samkvæmt tölum Steingríms í skýrslunni endurreisn-bankana, þá segir það að lánasöfn viðskiptavina voru færð yfir á 1463 milljarða. Bókfært virði þessara lána í gömlu bönkunum var 4.000 milljarðar. Og núna 28% afskriftir af húsnæðislánunum og inn í því voru erlendu lánin. Núna bara spyr ég, hvaða réttlæti í því að nýju bankarnir séu að innheimta lán sem voru bókfært til þeirra á 1463 milljarða á einhverju tölu sem 2.000 milljörðum herri. Það ekkert réttlæti því. Það búið að afskrifa þennan eignarétt. Það búið að afskrifa þennan eignarétt sem þú ert að tala um. Og það búið að færa niður. Þannig að þessi eignaréttur, hann ekki lengur til staðar. Hann miklu, miklu lægri tala. Og ekki vera alltaf að segja kröfuhafar eiga þetta inni í stjórnarskrárvarið. Nýju bankarnir áttu 1463 milljarða í stofnefnahagsreikningi sínum í upphafi, ekki 2 eða 3.000 milljarða eins og menn að reyna að láta halda. Annars vegar komst þau ekki fram hjá dómstólum í landinu, þeir dæmi eftir lögum og á það hefur reynt. Í öðru lagi langar mér bara örstutt. Þannig var þegar lánin voru flutt frá gömlu bönkunum yfir nýju bankana, þá komust menn ekki að samkomulagi verðmæti lánasafnsins. Þú ert nýlandsbankinn og ég gamli landsbankinn sem fór í þrot. Ég segi þetta lán upp á 100 milljónir 90 milljóna virði. Og þú segir nei, það bara erfitt efnahagslegt ástand á Íslandi, þetta ekki nema 10 milljóna virði. Við rífumst þetta, við komumst ekki að samkomulagi. Það þá ákveðið í samningnum sem var á endanum gerður að lánið yrði flutt yfir á 10 milljónir.
En ef viðkomandi geti staðið í betri skilum, þannig að lánin væri á endanum verðmætara en 10 milljónir, þá fengi ég, sem taldi að veri 90 milljóna virði, auka afraksturinn, það sem á milli, skilurðu. Og það það sem þess vegna lítur þetta svona út í bókunum, að lánin hafi verið farið svona lágt yfir, en viðkomandi, eigandi lánsins í upphafi, þar að segja gamli bankinn, fær að njóta þess ef viðskiptavinur þinn getur staðið betri skilum og það akkurat, þannig birtist þetta í bókum bankana. Já, en þá skulum við fara aftur í skýrsluna Gríms vegna þess að þessi útskýring þín bara svona, hún bara hlutaskýring vegna þess að í bókum Steingríms þá segir það að 4.000 milljarðar eignir voru ferðar yfir og verðmat þeirra var á bilinu 1880 milljarðar upp í 2200 milljarðar. Allt umfram 2200 milljarðana var afskrifað. Þá gamli bankinn fær ekkert umfram þessa 2200 milljarða. Þetta er spurning um 320 milljarða þarna til eða frá af heildareignum, ekki bara lánum. Þannig að segja að koma með þessa skýringu, þetta er bara ekki rétt. Húsnæðislán heimilana voru afskrifuð 28% og inn í því voru gengistryggðu lánin. Alma, þú mátt enda þetta. Já, ég ætla að minna á það að árið 2001 voru sett lög á Alþingi það að gengistryggð lán væru ólögleg. Hvað voru alþingismenn að gera allan þennan tíma? Það kom aldrei það komu mjög fáar athugasemdir gjaldeyrislánin, gengistryggðu lánin. Seðlabankinn og allt liðið. Bara það tóku allir þátt í þessu, af hverju eigum við að tryggja og svo langar mig bara til að segja eitt, af því að ég er bara fyrst og síðast að tala siðferði og það er eins og það gildi ekki bara almenna reglur markað varðandi banka, varðandi framboð og eftirspurn og ég segi bara ég bara hvet fólk til að hugleiða þennan hlut, ætla ég að versla þarna lengur og ég ætla að benda aftur á tengsl sem eru svona óhrein að mínu mati að til að mynda varaformaður stjórnar Arion banka hann eða hún veitir forstöðu ráðgjafarnefnd talsmanns neytenda. Hvað rugl í gangi? Er virkilega ekki til annað fólk? Af hverju varaformaður Arion banka í sérstakri ráðgjafarnefnd hjá talsmanni neytenda og svo skilaði þessum hagnaði á meðan við leiðrétt ekki lánin til einstaklingana? Við þurfum víst að slíta þessu. Það er eitt sem við höfum ekki komið inn á, það er að bankarnir eru ennþá með innstæðutryggingu sem var sett á hér í hruninu. Það ekki allt? Jú. Já, svona yfirlýsingu. Kemur í ljós. Ég veit það ekki. En ef þú ætlar að hafa bankakerfi sem á að vinna rétt, þá á ekki að vera nein innstæðutrygging. Það á að vera þannig að þeir að vakna hverjum einasta morgni og passa, svitna yfir því að þeir geti ekki fallið í hendurnar á mömmu ríkinu, Þannig að það er eina leiðin og þannig að neytendur séu virkilega tortrygnir á banka. Það er eina sem dugar á fjármálakerfi og Benjamin Franklin sagði banks are more dangerous than standing armies. Og hvað eru 200-300 ára síðan? Við höfum aldrei fengið að kynnast því. Við fáum rétt á eftir hana Sigríði Víðisjónsdóttur. Ég þakka þér fyrir að koma, Marin og Ársæll, Magnús Orri Schram og Alma. Takk ykkur fyrir. Takk.